Við erum hérna í viku 8 og námsefni þessara viku og seinustu og næstu og þar næstu er React. Þannig að við ætlum að byrja á því eftir að skoða það. En það fyrsta sem við ætlum að gera í dag er að skoða eins nánar varðandi verkefni 3. Og svo vorum við líka að sammælast það að seinka skilum á hópverkefni 1 til 50 dagsins í næstu viku. Þannig að það verður tilkynningu þá eftir. Og já, þannig að við ætlum að byrja í dag bara að fara í þetta sem við vorum að gera. Sjá, ekki þessu, þetta er í unnið í time hérna. Við vorum með einhverja uppsetningu hérna og ef við rifjum upp aðeins hvernig við settum þetta upp. Við vorum búin að setja upp Prisma, það var svona einhver svona hálfkláruð uppsetning að þið getið og ég hef ekki heyrt annað hérna frá hópnum nema það sé bara allt í góðu og þess að við bara vinnum áfram í því. Eina sem hefur komið er að einhverju hafa klónað þetta og reynt að keyra þetta beint en ekki fengið hérna gagnagrunnin eða fengið einhverju villu frá Prisma það að séu típurnar séu eitthvað ólægi. Og það er út af því að þegar við keyrum Prisma CL-ið, notum hérna MPX Prisma eitthvað, að þá erum við að hérna bæði að uppfæra eitthvað með skemun en líka að láta Prisma generata fyrir okkur innan client sem við fáum fáum hérna. Þannig að þessi hérna Prisma client er generataður og veit að við erum með categories, þannig að þetta er ekki einhver almennur Prisma client, þetta er bara Prisma client sem er bara á móti skeman okkar. Til þess að hann verði til og sé til, þá er ekki nóg að gera bara npm install, það þarf að gera npm install og síðan að keyra clientin. Þannig að þá getum við keyrt npx prisma db push, þá reyndar núkum við grunninn og setjum bara allt frá okkur inn í grunninn og þá segir hann hérna, hann er already in sync with Prisma schema og svo kemur hérna generated Prisma client. Þannig að núna ef við hefum lendið að fá okkur Prisma villur, þá fáum við þetta leysið það. Og það sem við þurfum að hafa er í raun bara database URL eins og við vorum í verkefni 2 og það er bara að vera aðgangur að gagnagrunni sem við höfum réttindi til að skrifa inn í og talaði um það í sensta tíma, ég lendi í vandræðum með það, þá er documentation inn á hjá Prisma það hvað þið þurfum að gera til þess að hafa aðgang eða notanda sem að má þetta. Og þá getum við farið hérna í package.json og þá vorum við með þessa def skriftu hérna sem við fengum bara frá Hono startupinu okkar eða hérna generationinu okkar og við getum kert npm def og þá vorum við með þetta og þá vorum við með hérna einhvern endapunkt sem við getum kallað því og vorum við að gera ekki postman hana en nú er þetta keyrandi. Og ég held ég hafi bara verið búinn að útfæra hérna create category þannig ég get farið hérna í postman og farið hérna og post categories og body og ég var með eitthvað test hérna og ég ætla að senda þetta. Nú fæ ég einhverja villu þannig að lögum hana bara og svo getum við deploya þessu. Þetta er unique constraint, já ég var búinn hérna, já þetta núgar ekki, þetta bara uppfærið. Þannig að ef ég fer hérna í categories þá er ég hérna með einhver testgögn. Þannig að þarna vantar mig í raun validation á það að ég má ekki búa til sama unique titilinn oftar en einu sinni. Þannig að ef ég bý bara til eitthvað annað þá fæ ég hérna, er bara loggað út eitthvað hérna að þetta er tilbúið, þetta er til og þetta er ókosti við að vera með þetta saman hérna er að sést ekki nógu vel en ég er þá hérna, hann var búinn til, ég fæ 201 created og er með ID 6123. Ef ég ger þetta aftur þá fæ ég 500 villu út af því að ég er ekki að díla við constraint, unique constraintin en ef ég set bara einhvern annan titil þá fæ ég hérna 8. Og þið sjáu hérna, hún inkrementaði þó að það hefði komið feill. Þannig að ID er ekki eitthvað sem við getum treyst að sé bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Það sé alltaf bara næsta sem að virka sem er kemur í næstu röðinni. Þetta er bara auðkenni, það er bara, við ætlum ekki að treysta á það sem nákvæmt gildi. Bara að það sé einstakt.
Þannig að við erum komið þetta, þannig núna viljum við geta builda þetta, búið til eitthvað build, eitthvað sem við getum síðan keyrt á render. Þannig að við þurfum að fylla út í hérna build og start. Og það rímar þá við það sem við höfum verið að gera í öðrum verkefnum. Við höfum með einhverja leið til þess að gera eitthvað build eins og við gerum í fyrsta verkefninu, nema þá var það að búa til eitthvað gögn fyrir okkur. Þannig erum við að fara að transpæla úr TypeScript yfir í JavaScript. Af því að TypeScript supersetta JavaScript sem bætum við þessum típum og svona smátturis meira, en er í raun ekki eitthvað sem við keyrum. Og út af því að það er ekki komin hana þessi proposal það að geta keyrt TypeScript kóð bara sem JavaScript kóð og hunsa það, þá verðum við að strípa í burtu típunar. Og við getum gert það með því að keyra bara TSC sem er TypeScript compiler. Og hann horfir á alla skrárnar okkar og segir bara eitthvað, hér er TypeScript skrá, ég ætla það bara að búa til JavaScript skrá sem er bara við hliðina, sem er búið að strípa út típunar. Þannig að ef við gerum þetta bara svona og já, við erum bara búin að breyta package.json, þannig að það er alltaf leið, og ég gerir npm run build, þá finnur hann ekki TSC, því það er ekki sett upp sem hérna dependency, þannig að við erum að bæta því við erum í raun að fá TypeScript í gegnum hérna TSX pakkan, en þá gerum við bara npm install save def TSC og keyrum svo buildið. Install TypeScript, já, herri, þetta er hérna einhver hefur tekið hérna pakka, þetta er svona dependency, þetta er svona, þannig að var ég bara sækja eitthvað og keyra það, og ef þessi pakki hefði verið eitthvað neferius þá hefði ég lent í einhverjum vandræðum hugsanlega. Þannig að núna getum við keyrt þetta og nú keyri ég þetta, en þá sjáum við að við fáum bara við hliðina á öllum JavaScript skránum okkar sem eru reyndar bara 2, þá fæ ég, TypeScript, þá fæ ég JavaScript skrá. Þannig ef ég opna þessa hér og þessa við hliðina og við gerum aðeins meira pláss, þá sjáum við munin hérna, það er bara búið að fjarlægja típunar. Það er búið að fjarlægja líka hérna newlines á milli einhverju leyti, en hérna vorum við með mock categories og þeir eru bara mock categories hérna. En þetta er bara strípar í burtu þessar type upplýsingar sem við erum með. En það sem þetta gerir líka er í raun að athuga að típunar okkar séu réttar. Þannig ef ég segi hérna að þetta á að vera array of string sem er villa, en nú er villan í raun bara gripin af ritlinu mínum. Ef ég reynir núna að keyra þetta, þá gerist ekki neitt. Ég náttúrulega að fá villu frá, eyðum þessu hérna. Svona. Gerist ekki neitt, en af hverju setur hún ekki út í konsolið. Þá þurfum við að fara hérna í tsconfig til þess að stilla þetta núna. Þannig að stillingarnar hérna eru í raun bara hvernig á þetta haga sig þegar hún er að keyra þetta compilation script. Þetta er í raun transpilation, þegar við erum að taka úr einu forritunarmáli og setja inn í annað. Við erum ekki að compila úr forritunarmáli yfir í einhvern svona forritskóða sem er keyrður eins og yfir í assembly eða í hérna fyrir Java bytekóða. Og þá getum við farið hérna og við getum sagt í staðinn fyrir að þetta sé búið til hérna við hliðina á sem að, já, þetta er eftir að vista, það er ástæðan. En nú gerir hérna, nú vistaði ég og þá fæ ég villur frá compilernum sem segir mér í raun þetta að ég get ekki sett þessa típu sem ég er að setja þarna í mock categories, þetta er ekki strengur og svo kemur meira
þetta er ekki strengur hérna, þú veist að því að núna er þetta í raun og veru strengur, þá get ég ekki notað mock categories find þar sem þetta er slug, af því að þetta er ekki, slug er ekki property á streng og svo framvegis. Þannig að þarna verður í raun bara alvöru type check á okkur og þetta sé allt saman í lagi. Þannig að lögum þetta hérna og eyðum aftur þessum hérna skrám, af því að það sem við viljum gera er að setja þetta allt í eina möppu sem á að heita dist. Disable. Svona. Þannig nú kerum við þetta aftur, búin að laga þetta, vista þetta og kerum npm run build. Þá fáum við dist möppu og þá er hún inniheldur kóðan okkar. Ok, nú eru tveir hlutir sem við viljum gera í viðbót. Hver eru þeir? Við erum búin að búið til buildskref. Það setur þetta allt út í möppu sem heitir dist. Það er eitt tengt því og svo er annað bara þarna sem við höfum eftir að fylla inn í og fylla inn í með hverju. Engin hugmynd. Alveg blanko. Hvað er tengt dist? Hvað gerðum við í verkefni 1? Hvað vorum við að tala um að þegar við erum eitthvað buildskref og það býr til eitthvað í projektinu okkar, hverju viljum við þá sleppa? Bæta í gitignore. Þetta er einn afleidd stærð, þetta er build artifact. Þetta er eitthvað sem var til við það að keyra compilation ofan á source kóðun okkar og er bara eitthvað sem við viljum ekki trakka í git almennt. Þannig að við viljum fara hérna og segja dist og þá sjáum við að hún greiðast út hérna, þetta sjáum við það kannski ekki, þetta er ekki mikill kontrast í þessu en hún er orðin eins og node modules núna. Hún verður ekki trökkuð af git. Og hvað viljum við gera fyrir start kommandið okkar? index.js sem er í dist. Ok. Eitthvað sem við getum lent í vandræði með án ég keyri þetta. Úps, svona. Sko, node, það sem keyrist hér, keyrist út frá rótin í verkefninu. Þannig að punktur segir notaði núverandi directory, farið inn í dist-möppuna og keyrið index.js. Þannig að þetta er rétt. Prisma-klientin er, hann er hérna og við erum að segja hérna eitthvað categories db.js, þannig að hann ætti að vera hérna og við það ég keyri node modules, já, það geti eitthvað gerst. Í build-skriftinu hjá þér, já, og þá, þannig að hvernig settir þú hann upp? Buildið á mér er mpx prisma generate no engine og ts. Prisma generate. Ég var eitthvað með henni build-skriftinu. Já, já. Jú, það meikar meira sens. Ok, þannig að höfum það. Og ég ger eitthvað no engine þegar það var alltaf að pota með frekar að gera no engine, það er eitthvað flag og generate. Ok, setjum þetta hérna sem, þetta getur verið eitthvað sem við þurfum að bæta við. En prófum hitt bara. Ok. Þetta er núna í lagi hérna, localhost 3000. Og svo ger ég categories og ég fæ þetta, þannig að þetta bara lítur rétt út. Það er alltaf
sem þú þurfi ekki neitt, hún pikkar upp environmentið. Sjá. Þannig nú getum við bara að skoða líka kóðan hérna, þannig við getum séð port 3000 og Prisma bara reddar envinu fyrir okkur, hún finnur bara envið, þannig að við erum ekki í raun að setja hvorki inn eitthvað eins og .env pakkan eða setja inn hérna env á nót. Þannig að sjáum hvort við lendum ykkur vandræðum, en allavega þetta lítur rétt út núna hjá mér lokali. En það er alveg smá skref að þetta virki hér yfir í að þetta virki síðan þegar ég er búinn að deploya þessu. En ég er allavega búinn að gera það sem að ég myndi telja þyrfti að gera, sem er í raun að búa til build-skriftu, búa til einhverja startskriftu, keyra þetta og sjá þetta virka og þá, þú veist, nú er ég tilbúinn til að fara að prófa að reyna að deploya þessu. Þannig að þá sé ég hérna, ok, ég er fyrir gitignore, package.json, tsconfig og yarn-lock. Ég ætla nú reyndar að gera hérna, ég var reyndar að nota hérna yarn og nota það svo npm install, en yarn add remove tsc, ef það er einhverstaðar hérna, yarn add TypeScript. Þannig ég sé að halda mig við það að vera í réttum pakka, manager, og svo ætla ég að segja rm package lock.json. Ok, og þá segi ég, ok, ég er með gitignore, ég er með package.json breytingar, tsconfig og yarn-lock. Ok, git add, git commit, message, bæta við build og start skriptum, git push. Þannig að þá er það komið og þá ef við fer hérna í þetta, þá sé ég, þetta er komið hérna, þetta bara lítur sattur rétt út, flott, og fer úr hérna yarn yfir í npm, þannig að yarn-lock hefur ekki uppfast, já, ok, allavega. Þannig þá ætla ég að fara bara yfir á render og sjá hvort ég get ekki sett svona og ég ætla bara hérna er ég með eitthvað og ég ætla bara að segja nei, byrjum við já, er það bara eitt service per nei, maður ekki haft fleiri hérna undir þannig að við bíðum og hérna er þetta deploy in a new region, setjum þetta í EU Central og við ætlum bara að keyra úr þessu, við ætlum að keyra þetta hérna, yarn build og yarn start og við ætlum ekki að setja okkur við free tier og svo vantar okkur eitthvað database URL hérna. Þannig að núna ætlum ég að fara yfir á neon.tech en það er líka hægt að nota Prisma hérna nýja og bara gegnum Prisma kliðið ef þið viljið prófa það. Við ætlum að búið til nýtt projekt hérna og það ætlar að vera V2.2025 unnið í tíma. Það ætlar bara að heita, já, þetta er bara fínt. Og þá getum við valið hérna, ég ætla að vera með þetta á sama stað sem er, hvað er sagði ekki Frankfurt. Þannig að þá er þetta í sama risastóra gagnaverinu hjá AWS en það er samt að vera HTTP kall en það fer samt bara rétt út fyrir og svo aftur inn. Ef ég myndi setja Postgres upp í render, kosturinn við það er að þá get ég verið með svona project hérna og ég er með application kóða sem að keyrir og Postgres uppsetningu og ég get sagt database urlið á ekki að vera public heldur á bara að vera innan gagnaversins. Þannig að þá fer það aldrei út. Það fer bara úr einni stæði sem er með application serverina yfir í aðra stæði sem er með Postgres og er bara internal DNS og laggið þarna milli er bara í einhverjum örfáum millisekundum.
við það að fara út fyrir og inn, þá erum við alltaf að fara út og aftur inn og það verður alltaf í einhverjum 20 millisekúndna. Ef við værum síðan með þetta að ég er með application serverinn minn á vesturströnd Bandaríkjanna og postgresgagnagrunnin minn í Þýskalandi og ég geri kall frá Íslandi til vesturstrandar Bandaríkjanna og vesturstrand Bandaríkjanna gerir kall til Frankfurt og Frankfurt tilbaka til þess að fá gögnin og svo til mín, þá erum við búin að búa til 2 lögg í kerfinu. Það er að segja, ég ætti í raun og veru alltaf að vera nær mér því ég veit svona cirka, ef ég er ekki eitthvað svona global startup eða eitthvað sem ætlar að herja á alheims markað, þá ætti ég alltaf að velja eitthvað sem er í Evrópu. Eitthvað sem er í Írlandi eða Frankfurt, það sem eru stærstu gagnaverin hjá AWS. Og svo ætti ég alltaf að vera með gagnagrunni minn einhvers staðar nálægt, svo ég sé að minnka þetta. Þegar ef við gerum þetta vitlaust, og það getur bara verið ég var með þetta stilt svona óvart, að ég sé bara búin að búa óvart til 300 til 600 millisekundna lag í forritið mitt, bara út af því að ég er að velja vitlausa staði og það er bara hraði ljóssins að takmarka mig hvað, þú veist, hlutinni taka langa tíma í að vera svarað. Þó svo að það hverfi síðan bara í 50 sekundar startup tímanum á render en samt sem aður ef við varum með eitthvað alvöru, þá er þetta alveg eitthvað sem skiptir máli. Og við höfum alveg komið verkefni þess að bara eitthvað, djúvel er þetta hægt, okkur er svona hægt. Allt orðið bara eitthvað, deployum við svo óvart, þú veist, í Bandaríkjunum en ekki í Evrópu. Þá fáum við alltaf bara time to first byte, sem er þetta bara hvað tekur langa tíma frá því að ég sem client geri kallið yfir í vefþjóninn og byrja að fá eitthvað svar. Bara það, þú veist, það er bara búið að svara og það er byrjað einhver bæti, fyrsta bætið, hvað tekur langan tíma fyrir það að byrja að streyma á milli. Ef sú tala er há, þá þýðir það að það er annarkvort það að serverinn, vefþjónninn minn sem ég er þá með eins og eitthvað sem keyrir hér, það er eitthvað að gerast sem að gera það verkum að það að kalla eitthvað route er slow. Þú veist, er það bara mjög slow, ég er alltaf að fletta ykkur upp í gagnagrunni sem er mjög hægt. Eða þá að þetta er bara langt í burtu, kallið mitt. Eða bæði. Þannig að þegar maður fer að optimisera fyrir hraða eða þú veist, að finna út úr í af hverju eitthvað sé hægt, að þá eru svona nokkru hluti sem eru quick wins. Hafa þetta nálægt manni bara fysiskt í rúmi og síðan hitt að fara að skoða, erum við að gera einhverjar óþarfa gagnagrunns uppflettingar eða vefþjónustu uppflettingar og þá bara hvað taka það langan tíma og skoða þetta kannski aðeins eitthvað seinna en mjög áhugavert þegar maður fer í svona optimisera. Allavega. Við ætlum að búa til hafa þetta þarna og ég ætla að afreita þetta, gagnagrunnurinn er bara kominn og það sem við getum gert núna er í raun að fara bara hér og segja database URL jafnt á þetta, vista og sagt npx prisma db push og þá bara finnur hún þetta, hún keyrir þetta inn hér og ég get farið í tables og ég get séð að hérna er komin tabla fyrir categories. Þannig að þetta var ekkert flóknar en þetta, þú veist, bara svo getum við sett þetta upp þannig að við erum með eitthvað svona meira workflow í kringu það, ok, nú erum við categories, svo ætlum ég að bæta við questions og answers eða hvernig sem ég útfæri næsta, að hvernig ætlum ég að gera skemabreytinguna, ætlum ég að gera hana bara svona með því að pússa þetta bara eitthvað úr konsolinu hjá mér sem er ekkert svakalega kannski safe, eða fara að skoða hvernig er einhver svona deployment og migration strategiur fyrir gagnagrunna project. Þá er yfirleitt eitthvað svona í annarkvort tólinu í Prisma, það sem er bara eitthvað migrations, svona ætti að gera þetta. Eða í tólinu eða verkfærinu sem við erum með hérna eins og Neon, svona ætti að vera að gera migrations. En við erum allavega komið með þetta hérna og þetta bara virkar fínt. Þannig að ég fer hjá hingað og ég segi database URL og ég segi þetta og ég ætla að deploya þessu. Þá tekur það bara sinn tíma og já, hún er ennþá að vinna þannig að við erum komið hérna og þetta er mun ekki svara mér að hugsa eitthvað, það er deployment í gangi eða eitthvað, ég veit ekki af því hún er ennþá hérna að keyra og þá bara ætti hún að keyra Yarn og svo já, hún er búin að keyra buildið,
hún að uploada bildinu, þannig að hún að taka allt það sem að koma út úr bildinu og keyra það. Það búið og svona deploya, því þá að hún tekur það sem að koma út úr bildinu, setur það einhvers staðar inn í infrastruktúrin, opnar networking á það, þannig að þegar það koma köll út frá internetinu inn á þessa hérna slóð, þá rati þau inn á þetta application. Og stundum þannig að maður þarf að setja port sérstaklega, en hérna við bara með port 3000 hardkóðað, renderir þannig að það bara pikkar það upp, segir hérna ok, nú erum við búin að keyra þetta, nú keyrir hún start kommandið, segir bara server is running on localhost 3000 og þá ætti að koma ein línu viðbót þar sem að render segir ok, ég er búin að finna það eitthvað application að keyra, það að hlusta á porti 3000, ég tengi það við við þetta project og byrja að ráta á því. Þannig hérna er þetta bara eitthvað service currently available, þá getum við séð hérna bara bad gateway, prófa aftur not found sem er smá skrítið, new primary port detected 3000 restarting deploy to update network configuration og þá kemur hérna ef þú vilt specify port þá getur þú lesið þetta hérna, en þetta er svona mjög klassískt, maður gleymir að setja environment, að hún lesi portið úr environmentinu. En nú allavega er þetta komið, nema að við erum með eitthvað not found hérna, en categories, ok, það skilar tómafylkinu sem passa við það að, að við vorum í raun að búa til tóman gagnagrunn, þannig að það er ekkert þannig. Þannig að ég get að fara hérna og ég get prófa bara að segja test og seifa þessa breytingu. Nú er ég bara að eiga við gagnagrunnin hér. Þá get ég farið hérna og sé hvort að þá kemur hann hérna. Þannig að ég er komin í raun deploymentið mitt gekk. Þannig að þá ætti ég líka að geta farið hérna og sagt tekið þessa slóð og farið í þetta hérna, skipt út þessari slóð og posta þessu og það gekk. Þá sjáum við hérna að ég get haldið yfir þessu og þá get ég séð í raun hvað tók langan tíma. Að DNS tók 88,52 millisekundur sem er í raun bara að spyrja hvað er onrender.com, hvað er það, hvað er IP-talan á servernum og svo fór hún í það TCP, SSL og svo transfer start og það er í raun það sem er í raun tíma sem það tekur að senda bara transferið, bara HTTP requestan og svo að downloada svarinu frá servernum sem tekur 5 millisekundur. Þannig að þetta hérna er það sem er í raun þetta að fara til Frankfurt, fá svar, taka við gögnunum, setja gögnun inn í gagnagrunnin sem þýðir þá að rátið var að tala við Neon, inserta þar, koma tilbaka og segja þetta gekk, hér er svarið, við túlkum svarið og við sendum það tilbaka. Þannig að 250 af 370 millisekundum var í raun application kóðun okkar að gera þetta og hérna gera þetta. En þetta er svo komið hérna og þá reloadaði ég hér og nú sé ég hérna færsluna. Þannig að þetta gekk bara frekar smurt að deploya þessu. Svo get ég farið hérna og ég get reloadað hér og ég sé í raun færslunar hérna. Og þetta er líka alveg kostur að geta farið hérna og skoðað gagnagrunnin. Þannig ef þið væri núna, myndu posta á einhverju eða þá myndir einhver segja, herri, ég var að reyna að búa til gagnagrunn, nei, ég var að reyna að búa til kategóri í forrituninni og það kemur alltaf einhver villa og þá getum við farið og stundum þarf maður að debugga með því að skoða gagnagrunnin. Og stundum maður gagnagrunn sem er kannski komið með 100.000 af færslum og þá getur maður farið hugsalega hérna, gert einhverja filtera eða farið í þetta og þá getur gert hérna select stjarna from categories run categories með stóru sé eða ekki. Er þetta kannski ekki categories? Ég hef aldrei notað hann editor, ég veit ekki hvað er að gera. Overview, branch. Þau eru líka með þessar branches, þannig að við getum í raun og verið með, segjum við sem er pull requestur sem ætlar að vinna á gagnagrunnum. Við vorum að búa til, við erum búin að setja út þetta, bara að geta búið til categories. Lesaðar, postað og patsað. En nú ætlum við að gera nýja virkni sem er í raun að búið til spurningarnar.
en við viljum svona hafa hitt live, en við viljum geta fengið gagnvegurinn til þess að vinna með, af því að ég vil gagnvegurinn líka þarna og ég vil geta borið undir ykkur og þið prófa þetta áður en við setjum þetta á production og þá getum við búið til branch sem er kopía af parent branchinu en trakkar hugsanlega pull requestina mína, staging umhverfið mitt, development umhverfið mitt og getur þá einhvern veginn haldið tengslum við main branchið og ég get fengið, þú veist, ný gögn, ég get hugsanlega bara resettað þannig að það verði eins og main branchið og get þannig í raun verið að vinna með gögnin til hliðar sem er oft mjög gott. Geta verið með hliðar umhverfi þar sem ég get prófað allt. Ég get ekki bara verið eitthvað, já, hérna, ég er búinn að prófa þetta á local grunninum og þetta virkar og svo deployum við þessu og það er eitthvað rugl á production grunninum þá fyrir við öllu panik og við erum stressuð og það er eitthvað villa og við þurfum að rúlla tilbaka en það er erfitt af því við erum að breyta gagnagrunnum og eitthvað. Það geta gert þetta bara sannfært sem við allt virki í kontrolleruð umhverfi er ótrúlega gott fyrir bara heilsuna og stressleveli sem maður upplifir. Það er fátt meira stressandi og þið ættu að finna fyrir þessu stressi líka en að vinna með gagnagrunn á production. Ég fæ alltaf í magan þegar ég opna gagnagrunn á production og byrja að skrifa select stjarna from af því að ég hef gert mistök í gagnagrunni á production sem að var, þú veist, það var allt í lagi, það rettaðist en ég hef líka bara heyrt af fólki sem hefur bara droppa gagnagrunnum á production, droppa töflum, trunketa töflur, þú veist, tæmara gögnum, fara svo bara í mat eitthvað, svo bara eitthvað, það er eitthvað ótrúlega skrítið, það er bara eins og þetta virkir bara ekki neitt og það er bara eitthvað, oh my god, bara hvað það eru gömul backup og hérna, já. Þannig að alltaf ánum að fara að gera einhver stóra breytingar, taka backup með maður getur, bara til öryggis, af því að það er virkilegt sökk að rugla í hérna, production gagnagrunnum. Og með þessari, vonandi kemur þetta smá hræðsla inn í einhverjum, því eftir að finna þetta einhvern veginn þegar ég fara að gera þetta fyrst, sko. Þetta er svona, þetta kemur bara í puttana manni, maður verður svona, En hérna, tökum smá pásu og byrjum aftur svona 5 mínútur í.